Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag er 5. sunnudagur eftir páska og þema dagsins er biðjandi kirkja. Kirkjan er fólkið sem sækir hana en ekki byggingin sjálf og í þessu heimsástandi, þar sem nú ríkir ófriður og upplausn í allt of mörgum löndum heims, er svo sannarlega þörf á að allt kirkjunnar fólk leggist á bæn og biðji að allir geti lifa friðsamlegu lífi, átt frelsi, öryggi og velsæld. Í dag flétta lexía, pistill og guðspjall saman hvatningu til okkar að biðja til föður okkar á himnum frið og einingu allra manna. En við skulum byrja þessa stund á að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Lexían sem er úr Jeremía hljóðar þannig: Því að ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita ykkur vonaríka framtíð. Þegar þið ákallið mig og komið til mín mun ég bænheyra ykkur. Ef þið leitið mín munu þið finna mig. Ef þið leitið mín af öllu hjarta, læt ég ykkur finna mig, segir Drottinn. Þessi orð voru hvatning til Ísraelsmanna sem höfðu verið herleiddir til Babýlonar á 7. öld fyrir Krist. Og þessi orð geta verið hvatning til okkar í dag. Eins og kom fram í textum síðasta sunnudags, þá vill Guð okkur aðeins hið besta. Og í textum dagsins í dag vill hann að við leitum hans, áköllum hann og hann mun veita okkur vonaríka framtíð. Við lifum í stríðshrjáðum heimi. Á hverri einustu mínútu í heimssögunni hefur verið ófriður einhvers staðar. Og í dag þegar við sjáum hörmungarnar í fréttum og heyrum af skelfilegum stríðsátökum, fólki á flótta, hungursnauð vegna þurrka, skógarelda, flóða eða ófriðarástands og við heyrum baráttu fólks við sjúkdóma ofan á allt annað, þá fallast okkur hendur. Höfðingi þessa heims hefur völdin. Og sannleikurinn er sá að ef við áttum okkur ekki á baráttunni völdin í himigeimnum, gætum við mist trúna á Guð. Því að hinn trúlausi segir, hvar er Guð? Guð sem væri til og er góður myndi aldrei leyfa þetta. En ef við viðurkennum yfirráð hins illa sem læðist allstaðar inn og kemur til að stela, slátra og eyða eins og það er orðað í Jóhannesarguðspjalli, þá sjáum við hlutina í nýju ljósi. Guð getur gefið okkur styrk, leitt okkur í gegnum erfiðleika, huggað hjörtu okkar, verið með okkur, umvafið okkur með kærleika sínum, opnað möguleika til góðs og leitt okkur frá hættu. En hans yfirráð eru að verða á hinni nýju jörð, á hinni nýja himni, en ekki hér og nú. Okkur er gjarnt að festa öll loforð Guðs við þetta líf sem við lifum núna. Víst lofar Guð að vera með okkur alla daga allt til enda veraldar, en þessi loforð vonaríka framtíð eru fyrir næsta líf. Þegar við höfum áttað okkur á þessu, þá skiljum við að Jesús kom til þess að boða ríki Guðs og að allar sögurnar sem Jesús sagði voru himnaríki. Og þá áttum við okkur á að hann lofaði engu varðandi þetta líf, nema að hann myndi senda okkur heilagan anda til þess að hjálpa okkur að skilja þetta og hann á að leiða okkur í allan sannleikann. Þessi huggunarorð Jesú finnum við í Jóhannesarguðspjalli. Hjarta yðar skelfist ekki, trúi á Guð og trúi á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur, væri ekki svo hefði ég þá sagt við ykkur að ég færi burt að búa ykkur stað. Þegar ég er farin burt og hef búið ykkur stað, kem ég aftur og tek ykkur til mín.
svo að þið séu einnig þar sem ég er. Já, framtíðar heimili okkar, hinn vonaríka framtíð, er í ríki Guðs á henni nýju jörð. Í pistlinum erum við hvött til þess að biðja til Guðs. En þar segir: fyrst af öllu hvet ég ykkur til þess að biðja og ákalla Guð og bera fram fyrirbænir og þakkir fyrir alla menn. Biðjið fyrir konungum og öllum þeim sem hátt eru settir til þess að við fáum lifa friðsamlegu og rólegu lífi í Guðsótta og siðprýði. Það er gott og þóknanlegt Guði, frelsara vorum, sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Einn er Guð, einn er og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, sem gaf sjálfan sig til lausnargjalds fyrir alla. Pistillinn hvetur okkur til þess að biðja fyrir forráðamönnum, stjórnendum og öllum þeim sem hafa bein og óbein áhrif á líf okkar, svo að við getum lifað friðsömu lífi. Innrás Rússa í Úkraínu sýnir glögglega hvað einn slæmur stjórnandi getur haft skelfileg áhrif á allan heiminn, en á sama hátt getur góður stjórnandi haft víðtæk áhrif til betra lífs fyrir alla. Í Guðspjalli dagsins hvetur Jesús okkur til þess að biðja. Hann sagði: sannlega, sannlega segi ég ykkur, hvað sem þið biðjið föðurnum í mínu nafni, mun hann veita ykkur. Hingað til hafið þið einskis beðið í mínu nafni, biðjið og þið munuð öðlast, svo að fögnuður ykkar verði fullkomin. Þetta hef ég sagt við ykkur í líkingum, sú stund kemur að ég tala ekki framar við ykkur í líkingum, heldur mun ég berum orðum segja ykkur frá föðurnum. Á þeim degi munuð þið biðja í mínu nafni. Ég segi ykkur ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir ykkur, því að sjálfur elskar faðurinn ykkur þar þið hafið elskað mig og trúað að ég sé frá Guði komin. Ég er komin í heiminn frá föðurnum, ég yfirgef heiminn aftur og fer til föðurins. Já, fram til þessa höfðu lærisveinarnir komið til Jesú með allar sínar spurningar og beiðnir, en nú eiga þeir að biðja til föðurins. En á þeim degi og sú stund sem að Jesús talar gæti verið hinn efsti dagur, stundin þegar við mætum fyrir framan skaparann. Þá munu menn biðja í Jesú nafni. Í Filippíbréfinu segir: fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem er hverju nafni æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu, og sérhver tunga játa Guði til dýrðar: Jesús er drottinn. Já, allt mannkyni skal viðurkenna Jesú sem Guðs son. Faðirinn elskar okkur fyrir það eitt að við elskum og trúum á son hans. Og í Guðspjallinu leggur Jesús áherslu á að við biðjum og að bæninni sé beint til Guðdómsins á himnum. Við erum hvött til þess að biðja án afláts og ritningin segir að Guð heyri allar bænir. En heyrum hvað Jesús segir ríki Guðs. Þegar Jesús stóð frammi fyrir Pílatusi sagði hann: mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er mitt ríki ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann: þú ert þá konungur. Og Jesús svaraði: rétt segir þú, ég er konungur, til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn, að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er sannleikans megin heyrir mína rödd. Jesús segir margoft í Guðspjöllunum að hans ríki og ríki föðurins er ekki af þessum heimi sem að við lifum í nú. Ríki hans er ríki sannleikans,
hinnar heilögu þrenningar, en ekki ríki ófriðar og átaka. En allir sem elskar sannleikann munu heyra rödd hans. Eins og Jesús sagði í sögunum góða hirðin, þeir munu heyra raust mína, það verður ein hjörð, einn hirðir. Já, þema dagsins er biðjandi kirkja. Við erum hvött til þess að biðja fyrir lífi okkar hér og hverju því sem að liggur okkur á hjarta, fyrir heimsfriði, velsæld fyrir alla menn og við eigum að elska óvini okkar, eiga frið við alla menn eins og kostur er og láta Guðum að dæma óréttlæti. Við eigum að vera sannleikans megin svo að við heyrum rödd Jesú og öðlumst þann styrk sem við þurfum til þess að takast á við lífið sjálft. Þar til við yfirgefum heiminn eins og Jesús og förum til föðurins á hinni nýju jörð og hinum nýja himni, þar sem eilífur friður mun ríkja. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.